Komið sæl og gleðilegt ár. Það skemmtilegt laugardagskvöld framundan. Hingað koma 3 gestir en þeir eiga það sammerkt að síðasta ár var einstaklega gott fyrir þá alla og óhætt að segja framtíðin brosi við þeim. Fyrsti gesturinn hefur reyndar lifað bæði öldu toppa og dali í sínu lífi en tekur öllu sem að höndum ber með yfirvegun og jákvæðni sem gaman að fylgjast með. Ég býð velkominn Björgólf Guðmundsson. Komdu marg blessaður og sæl. Gaman að fá þér þáttir. Hvaða sæti? Nei, þú ert hérna fyrir á. Ég held að þú vildi vera hægra megin. Já, ég held það saman með þig, jæja. Herðu, hvað segirðu gott? Gaman að fá þér loksins í þáttinn. Ég er búinn að eltast við þig síðan einhvern tímann í haust. Já, gaman að láta eltast við sig. Já, ég hef nú ekki eiginlega viljað fara mikið svona í viðtöl og annað. Við höfum reynt að halda okkur frá því. Já. Það er svona ákveðin ábyrgð sem fylgir því að vera alltaf að gaspra mikið í fjölmiðlum. Já. Betur að fá að vinna í öryggi og svona láta verkin tala. Já. Þannig að við höfum reynt að halda okkur frá því en erfitt þegar svona sjarmerandi maður eins og þú talaði um það. Herðu, en núna ekki aðeins líka, ekki aðeins rólegra, það var svakalega mikið að gera hjá okkur auðvitað rétt fyrir áramót þegar þið voruð að kaupa banka, hvorki meira en minna. Ekki svona aðeins búið að hægjast núna? Ég held að myndi hægjast en ég held að hafi ekkert með verkefnin að gera, heldur þetta sé bara í manni. Já, einmitt. Já, konan segir ég sé alltaf upptekinn. Þannig að, jú, það á að vera. Allir að vera búin að afgreiða fullt af hlutum sem þarf að afgreiða og nú bara er að hefja leikinn. Einmitt. Já. Þið talið alltaf kaupin á Landsbankanum, þið 3, sem svona hverja aðra fjárfestingu. En fyrir svona mann út í bæ eins og mig, þá hugsa maður, þeir getur nú allavega verið að meina þetta. Þetta eru menn sem eru búin að viðskiptum heil lengi og núna eiga þeir Landsbankann. Þetta er banki sem að þú beiðst inn á biðstofu hjá til að fá einhverja víxla í gamla daga og þetta er banki sem Bankastræti heitir eftir. Þetta er sjálfur Landsbankinn. Þú hlýtur stundum að velta fyrir þér og gleðjast yfir því að hafa náð að kaupa þennan banka. Þetta er ekki eins og hver önnur fjárfesting. Þetta er ekki eins og hver önnur fjárfesting og það er miklu meiri ábyrgð sem fylgir því að taka þátt í að rekstri þessa banka. En við skulum ekki gleyma því að við erum ekkert einir. Það eru jú 14.600 hluthafar í bankanum þó að við séum svona kjölfestu fjárfestar með ábyrgandi stæðstir. Við skulum segja ábyrgandi stæðstir en þá er eftirlitið náttúrulega í og við þurfum að gera þessa 14.500 hluthafa jafn ánægða og við erum. Og það gerist náttúrulega ekki nema við sínum að við getum rekið bankan og síðan er það bara viðskiptavinirnir sem að ráða ferðinni. Ef þeir hafa traust á okkur, þá gengur þetta. Ef ekki, þá gengur þetta ekki. En auðvitað er þetta ábyrgð og við skynjum alveg þá ábyrgð sem fylgir því að fara inn í þennan fornfræga banka. Já. Og sem sannarlega hefur tekið miklum breytingum frá því að ég kom í viðskipti. Já. Og það hefur bara verið gaman að kynnast þessu fólki sem starfar þarna og því svona viðhorfi sem er í dag í bankanum. Já. Það er annað en svona var hérna áður fyrr. Ekki út af kannski, það er bara andrúmsloftið, það er þjóðfélagið hefur breyst. Já, það er Þannig ég tek mjög alvarlega þetta hlutverk. Já. Og þetta er ekki eins og hver önnur fjárfesting að því leyti til að við vitum að við erum með ákveðina stofnun og svona hlutur sem var í þjóðareign. Við erum varlega með það. Þetta er gott að heyra fyrir alla sem að veslaði viðskipta við þennan banka, viðskiptum hennar banka. Í viðskiptum er það viðskiptavinurinn sem ræður og þú verður að hafa hann ánægðan. Já, þú þekkir þetta. Þú ert búin að vera í viðskiptum og búin að vera kaupsýslumaður mjög lengi. Bara leið og útskrifaðist úr Vestló, þá byrjaður í business og hefur verið í honum síðan. Hvert var fyrsta verkefnið sem kaupsýslumaður? Eftir að kláraði Vestló? Nú, ég var nú sko alltaf mjög athafnasamur sem strákur og var í alls konar hlutum. Ég var að gefa út blað 10 og 12 ára og selja það og nú maður bara út blöð og seldi merki, meira að segja og sömu konurnar í hverfinu keyptu ekki nema með mér af því að ég var búinn að fá ákveðið traust í hverfinu að ég myndi alltaf mæta. Að seljaði merki? Já, og ég man eftir því að svona sumargjöf var alltaf með mikla merkjasölu og ég held að ég í 5 bækur merktaði mér sem söluverðlaun því að ég tók þetta mjög alvarlega, þetta var keppni hjá mér. Já. Nú eftir að ég útskrifast úr skólanum þá, ég innritaði mig nú í lögfræði reynda fyrst. Já. En það rólega líf átti nú ekki við mig, þannig ég fór að vinna halvan daginn í dósagerðin sem það var. Nú síðan æxlaðist það þannig til og ég var búinn að stofna húsgagnaverslun, húsgagnaframleiðslu líka
og síðan þegar ég var 25 ára þá keyptum við og stofnuðum nýja dósaverksmiðju sem að ég var síðan forstjóri fyrir í mörg ár. Já. En sko húsgagnaþátturinn var sá við byrjun þarna, það hétu þetta KR húsgögn í Vesturbænum. Eins og annars hefði ég ekki fengið að setja hana á Vesturgötuna. En síðan keyptum við sko Hansa sem þá í gamla daga var náttúrulega bara merkið. Allar fjölskyldur Hansa húsgögn og sko meira sé gardínurnar sem að voru rúlu eða þessar gardínur, það voru Hansa gardínur. Og þetta ráku í mörg ár með. Og svo var ég svona alls konar hluti með. Já. Þú hefur sagt frá því að það hefur svo ótal margt breyst síðan þú fórst fyrst út í viðskiptalífið. Þú varst til dæmis fyrst af mönnunum sem eignaðist kreditkort. Sko, þetta svona ungur maður eins og ég skuli hafa upplifað kornungur, hafi upplifað svo mikla breytingar. Sko, ég man eftir mig fyrst þegar ég fór með móður minni niður í Gútublarahús, hann á í Skömmtunarsela. Og ég man eftir að fara út í búð og hann á í sykur og svona með miða sem stóð 1 kíló sykur og svona. Ég man eftir þessu. Og ég man eftir því ég fór fyrst til útlanda að þá var ég að fara inn á skattstofu og fá yfirlýsingum að ég skuldaði ekki skatta til að mega fara úr landi. Og síðan var ákveðið skammtur og gjaldeyri sem hver fékk. Alveg sama hvað það var að gera. Nú, og síðan þetta upplifði maður, óðaverðbólguna og allt þetta. Síðan man ég bara eftir því að við vorum farnir að reka fyrirtæki sem var þá á alþjóðavísu því að 70% af viðskiptunum, þetta var hafskip, var erlendis og ég þurfti að fara í gegnum sama prósess og fá ykkur peninga til að fara út. En svo var ég eins og ferðalagi með bankastjóra hér úr ríkisbönkunum og þegar við vorum að fara út á hótelinu þá borgaði mig kreditkorti og ég sagði, hvernig ferð þú að hafa kreditkort því að ég hef ekki fengið þetta. Ég hef mér sérstakt leyfi frá Seðlabankanum. Svo ég sótti og fekk sérstakt leyfi og vera með kreditkort en ég þurfti að gera grein fyrir hvað í Seðlabankanum hverju ég eyddi. En hvað heldur þessi langt síðan? Það er allir með kreditkort í dag. Þetta hefur verið svona rúm 20 ár síðan, kringu 78 til 80. Þannig að þetta er ekki á... Það er ótrúlega mikla breytingar. Óhuggulega mikla breytingar, en góðar, jákvæðar. Þú margótt farið viðtöl út af hafskipi, en nokkru sinnum að minnstu kosti og alltaf vekur það athygli mín að þú ert jákvæður, þú verðist ekki vera neitt bitur, það er ekki að heyra hjá þér neina heift eða reiði. Er þetta eitthvað sem þú hefur komið þér upp eða ertu einfaldlega svona? Er engin reiði í þér út af því máli? Það er ekki reiði, það eru vonbrigði, mikil vonbrigði lengi, reiði ekki. Og ég hef blessunarlega það frá foreldurum mína verið mjög jákvæður, glaðsinna og það kemur sér vel í þessu. Nú, auk þess sem trúin spilar inn í þetta, ég meina maður verður að hafa eitthvað til að treysta fyrir sínu vandræðum og allt þetta hjálpar manni og gerir mann kannski þannig, það að fara að hatast við eitthvað, það eyðileggur meira þann sem er að hata heldur en þann sem er hataður vegna þess að hann veit ekki af því. Og þannig ég held ég var unnið mig mjög fljótt út úr þessu. Kerfið var miklu lengra að vinna heldur en tilfinningarnar, að losna út úr þessu kerfislega. Og þetta var bara mjög erfiður tími, erfiður fyrir fjölskylduna, konun og börnin, en af því þau vissi ekki, ég var þó að vinna í og þekkti máli en þau þekkti ekki neitt og verður bara að hlusta, þannig að þetta er bara tími sem er liðinn, ég reyndi að læra á honum, ég hef fengið allt tilbaka og miklu meira en það. Þannig að ég lít bara mjög jákvætt á þetta og sem hluta mínu þroskaferli. Já, og það er einmitt athyglisvert að þú tekur í rauninni vonbrigðum eða áföllum með sama jafnaðargeðinu og þú tekur því sem að vel gengur eins og síðar gerðist með bjórverksmiðjuna og núna með Landsbankann. Það er einhver, þú hefur miklu innri ró virðist vera. Ég hef ágætis innri ró og sæki mikið styrk í trúna og maður þarf að rækta sig upp til að taka hlutunum svona. En svo er ákveðið upplag líka. Ég er bara heppinn maður. Ég er heppinn maður. Já, ég held að maður breytist ekkert sjálfur sér. Eins og menn hafa spurt hvernig er að vera efnaður maður og ríkur maður og ég svara bara vondur maður sem verður ríkur verður ekkert góður maður. Góður maður sem verður ríkur, hann verður bara áfram góður maður. Þannig að það er engin karakterbreyting. Þú þarf bara að þekkja þinn karakter
og það það sem skiptir máli. Það verður engin góður eða vondur af því að eitthvað annað skeður. Það þú sjálfur sem breytir. Já. Þú talar trúna og það tengist aldrei því að þú hefur auðvitað kynnt þér mjög vel hugmyndafræði AA-samtakanna og þú varst einn af frumkvöðlunum eða stofnendum SAA og dróst þann vagn ásamt nokkrum öðrum fyrstu 7 árin og megnið af uppbyggingu félagsins held ég að mér sé óhætt að segja, þú myndir örugglega ekki segja það sjálfur, fór fram í þinni tíð þarna þegar þú varst að byggja þetta upp. Hvernig var þetta mikilvægt fyrir að hafa komið þessu í gegn fyrir þig persónulega? Já, það var þetta mikilvægt fyrir mig og að sérstaklega fá að vinna með öllum þessum mönnum sem að koma að þessu. Og þetta var þjóðarvakning. Sko menn eru líka 25 ára, við áttum 25 ára afmæli núna. Á þessum 25 árum finnst öllum þetta sjálfsagt. Þetta var algjör bylting þá. Og þetta voru samtök sem voru stofnuð af mönnum sem bæði höfðu lent í vandræðum og þeim sem áttu aðila sem voru vandræðum og þeirra sem hefðu áhuga á þessu. Ég var í öllum þessum flokkum. Ég var í öllum þessum flokkum og tók þá ákvörðun fyrir 25 árum að sem sagt að vera ekki að láta eyðileggja líf mitt. Setja tappan í flöskuna? Já, eyðileggja líf annarra. Annarra með því að vera að leika mér að hlutum sem ég réð ekki við. Drakkstu illa? Sko, þetta ekki spurning að drekka illa, þetta spurning því, sko, þetta svo miklu flóknara mál. Þetta breytir karakternum. Bara það að vera að hugsa vín og drekka vín og annað, það gjör breytir þér. Og hvort þú drekkur mikið eða lítið, og auðvitað, þegar menn fara að hugsa svona, þá drekka þér ekki lítið. Örugglega þeir fara að hugsa svona. Og þeir sem fara í meðferð að gera eitthvað í sínum málum, þeir gera það ekki að gamni sínu. Þeir gera það af því þeir þurfa þess, og af því að þeir eru þó það vel að Guði gerðir, að þeir finna það innra með sér, að þeir þurfa að gera eitthvað í sínum málum, og þeir vilja vera betri menn. Þeim finnst þeim ekki vera sína það góða í sjálfum sér og vilja gjarna vera sína betri hlið á sér heldur en þeir gera þegar þeir eru háðir einhverju vímöfnum. Og þá kemur náttúrulega því sem allir spyrja þig, sko, þú þessi mikli frömuður í þessum málum verður efnast því að ná því að selja bjór sem að sumum finnst vera mótsögn en þú hefur algjörlega mótmælt því. Ég veit að mótmælt því að ég efast að nokkuð bjórframleiðandi í heiminum geti boðið upp á hérna skal sér hjálp ef eitthvað lendir í úrskeiðis. Við erum bara með sérstaka deild sem hjálpar. Sko SAA var ekki stofnað til að stoppa vínneyslu í landinu. Það var til að hjálpa þeim sem ekki réðu við það og átt í vandræðum. Það aðalatriðið. En alveg hreinskilnislega, hefur aldrei smakkað bjórinn sem þeir eru að framleiða? Nei. Þú hefur aldrei smakkað? Ég hef aldrei smakkað vín eða hvorki... Bjórinn sem þið keyptu Landsbankann fyrir, þú hefur aldrei fengið reitt sopa? Nei, og bara hef gleðst yfir því að ég hef fylgjast með hinnum. Þetta er ekki, sko, þetta er ekki lengur í mér. Nei, akkurat. Ég ætla ekki uppljóstra, þú ætla að reyna að fá mig til þess að játa eitthvað. Ég játa ekki neitt. Nei, ég er alveg hreinn. Sko, þaðan á árangri kemur skýrt fram, þú þarft að vera heiðarlegur við sjálfan þig. Sá sem er ekki heiðarlegur við sjálfan sig, hann er ekki árangri. Björgólfur, þú ert ekki bara búin að SAA og þú varst formaður KR, þú hefur verið í ótal félagasamtökum, mjög duglegur við að láta gott að þér leiða og ég segi það alveg hygglust ekki til þess að skjalla þig, það er staðreynd. Og þú hefur núna undanförnum árum sótt inn í menningarlíf þjóðarinnar og auðvitað með kaupunum á Landsbankanum ásamt félögum þínum þá hafið þið eignast stórt listasafn, málverkasafn mikið og gott. Er þetta eitthvað sem þú sérð fyrir þér? Nú er ekki að segja að þú sért að fara að hætta í viðskiptum en svona eftir því sem að árin líða þá svona kannski fyrir að hægjast þar og þú fyrir einbeitaður öðru. Er menningarlíf eitthvað sem að þar er? Já, menningar og fleiri. Ég get vel hugsað mér svona eftir 3-4 ára að fara að gefa mig alveg að því að stofna þau sjóð og sinna þá menningar og líka hjálpa svona störfum sem er mannúðarstörfum og skila þá ykkur tilbaka til þjóðfélagsins sem að mér hefur áskotnast. Það er engin spurning. En þetta með Landsbankann og málverkin er auðvitað, það er geysilega gott safn þarna og fallegt. Mín skoðun er svo að við eigum núna að taka upp, að fara að styrkja þessi yngri listamenn, ekki fara að láta þetta af áhrif á okkur að við eigum ekki að vera í þessu, heldur að sækja á miðin og fara að kaupa eina af þessum yngri. Ég ætla að benda þér á að við höfum líka sýnt listum, við erum, eða sko Pharmaco sem við erum nú eitt annars stærsta fyrirtækið á markaðinu hérna. Við erum náttúrulega þar við stjórnvölinn líka og ráðum þar töluvert miklu. Við erum aðal hérna styrktaraðilega Listasafns ríkisins og setjum töluvert pening í það
Og hafið verið að styrkja sýningar sem hafa farið erlendis? Það var sýning, kom frá Rússlandi, einhver merkilegasta sýning sem kom yfir hérna seinasta ári. Við styrktum það. Við styrktum íslenska sýningu í Moskvu. Nú Laxness-sýningar, Bravo, eða út í Rússlandi. Við vorum með Laxness-sýningu sem við styrktum í hérna Moskvu. Við gerum það síðan við sent það til Búlgari og víðar. Þannig að við höfum verið nokkuð og síðan í bókmenntum ég er nú Svo keyptir Eddu Já, við skulum segja það ég er mjög ánægður með það að fengi að koma inn í það mál og Eddan útgáfa er náttúrulega Vaka Helgafell og Mál og menning og Almenna bókafélagið Þjóðskrá. Þetta er alltaf öllu Ég held að við höfum gefið út eitthvað á 300 titla fyrir núna þessu ári. Og þetta er eitthvað sem þú vilt vera Já, mjög gaman að þessu. Og það er ekki miklu peningar í þessu, en það er mikil ánægja. Mikil ánægja. Já, það er við vonum að það halda áfram bara. Aðeins við fyrir að ljúka þessu, en það er náttúrulega ein kona sem hefur staðið af einhver feðgum að minnsta kosti, skal ekki segja með Magnús. Það er eiginkona þín, móðir Björgólfs. Hún hlýtur að eiga býsna mikinn þátt í ykkar velgengni. Hún á aðal þáttinn í þessu. Já, hvernig að lýsa því. Hún náttúrulega staðið með mér í gegnum tíkt og þund. Sko, ég giftist mjög ungur. Ég giftist konu minni þegar ég var 20. Ég var giftur rúmlega 22-23 ára. Við erum búin að gifta minni 40 ár. Svo við höfum auðvitað upplifað allt saman. Og ég var nú svo heppinn og átti 4 börn þegar við giftust. Sem eru mín börn og ég bara hún hefur þurft að taka mestum í leiðindunum og vonandi glaðist þeirra velgengur þannig að við höfum henni mikið að þakka Ertu duglegur að hjálpist þið vel að skulum við segja, ekki hjálpa henni þið duglega að hjálpast að heimilistörfunum í hver ert þú bestur til dæmis? Ég er náttúrulega góður í öllu ég er góður í öllu Nei, ég held að það sé nú, ég hef bara ég hef aðalega gaman að gera það sem að ég sé sko árangurinn af strax. Þú veist. Til dæmis að þú ert sko og þeir séu allir hreinir. Ég hef gaman að byrja að skóa því að gera eitthvað sem ég sé árangurinn strax. Öllu svona finnst mér gaman og ég held ég geti gert flest á heimilinu. Ég vona að konan sendi ekki athugasemd hérna en ég held ég geti Þættinum hefur borist bréf. Já. En það ég sé mjög hógværi maður. Áður en ég sleppi þetta því þú myndir þá að busta skó, þú ert alltaf óaðfinnanlega klæddur. Hefur alltaf verið svona eða kemur þetta með auknum fjárráðum eða hvernig er það? Þakka þér fyrir. Það er auðvitað smekkmaður sem spyr. Ég var bara strax í barnaskóla, þá var ég held ég sá eini sem gekk í skipt með bindi, svona ég var eins og kennarinn held ég. En allavega þá þetta er eitthvað meðfætt og ég held að og ég hef alltaf sagt þegar menn segja við mig svona rosalegt og fínn og þá ég bara svara, veistu, það er ekki dýrara að kaupa falleg föt en ljót og svört föt kosta ekkert meira heldur en ljót brún föt. Þetta er spurningum að hafa einhvern áhuga fyrir því og einhvern ákveðin sens fyrir því sem þú vilt vera í. En þetta er bara hluta af mér og þakka þér fyrir að hafa sama smekk á ég. Heyrðu Björgólfur, við ætlum að gera smá hlé á okkar spjalli. Ég ætla nú að þakka þér kærlega fyrir að hafa komið og deilt þessu öllu með okkur en þú ætlar að sitja hérna áfram. Við ætlum að aðeins að gera skipta eins gír í þættinum. Hingað er komin stúlka frá Færeyjum sem heitir Ævör Pálsdóttir, færeysk söngkona sem er búsett hér á landi. Hún hefur slegið rækilega gegn í heimalandi sínu og hver gagnrýnandinn á fætur öðrum hér á landi og víðar kveður upp þann dóm að annað eins efni hafi ekki komið fram lengi. Skulum heyra í þessari yndislegu stúlku áður en hún kemur hingað yfir til okkar Björgólfs. Eivör, gjörðu svo vel. Mot hjärtat här brann och så eldar och kört om luften väl sakar som ändå med tunnar höjd och hämtar vad jag aldrig
Blessuð og sæl og takk fyrir þetta og velkomin í þáttinn. Takk fyrir. Gaman að fá þig. Já, gott að vera hérna. Ævar, Björgólfur. Gaman að hitta þig. Já, sömuleiðis. Fáðu sæti. Takk. Þetta var alveg yndislegt. Jú, takk fyrir það. Og þetta er lag sem þú samdir sjálf, eða ekki? Já. Lag og texta. Já. Og það heitir hvað? Það heitir Ta mundu þú stjóla hjarta mitt. Sem þýðir? Það þýðir þá mundu þú stelið hjarta mitt. Já, þá myndu stela hjartanum mínu. Já. Já. Þú gerir það við okkur Björgólfur hér. Spennusaga. Já. Hörðu, en hérna, segðu okkur aðeins frá þér. Það er ekki allir áhorfendur sem að vita hver þú ert, en þú ert sem sagt færeysk, fæddu uppalinn í Færeyjum. Já, fæddu uppalinn í litlar sveit sem heitir Göta. Já. En það er búa 500 manns. Og Göta, það er sem sagt eins og gata, eða ekki? Jú, það akkurat, já. Og það er búa 500 manns? Já. Já. Já, en... Af hverju komstu til Íslands? Hvernig stóð það því? Það var af því að ég hef búin að fá kynnslu frá Ólöfu Kolbrún í Færeyjum. Já. En hún er búin að koma til Færeyjar, en þá langaði mér líka að skipta umhverfi í smá tíma og þá fór ég bara til Ísland. Já. Í söngskólan hérna. Og ert sem sagt að læra söng hérna? Já. Ég talaði með Ólöfu Kolbrúnu og hún staðfesti það sem margir hafa sagt að þú ert með alveg einstaka rödd eins og við heyrðum áðan og þú ert örugglega búin að heyra það marg oft og lesa það í blöðunum og það er mennur að spá þér bara heimsfrægð og ég veit ekki hvað og hvað. Þú ert 19 ára gömul, hvernig tekur svona hlutum? Ég hef aldrei dreymt að vera í heimsfrægð en sko ég syng af því að það er eitthvað sem liggur í mér en það er eitthvað sem ég er fædd við að gera. En mér langar bara að vinna meira með því en vera betri músikanti eða hvað það heitir. Já, tónlistarmaður. Tónlistarmaður. En já, það er svona það sem ég vil. Og það er athyglisvert nefnilega að þú ert ekki eins og kannski flestar stelpur á þínum aldri sem eru að reyna að svona slá í gegn, þær myndu vera eitthvað að stæla Britney Spears eða eitthvað þess áttar. Þú leitar í færeyskan í rauninni sagnaarf til þess að í þínum lögum. Já. Já, ég er búin að gera mikið af því. Búin að leita aftur í rætunar færinga í færeyskum söngi en líka búin að heimsækja gamalt fólk svona sem kann þessi gömlu færeysku lög og það er mjög einstakur einstök leið að syngja sem þau syngja. Mér finnst það rosalega interessant. Já. Björgólfur, þú hefur haft aldrei kynna að Færeyjum, eða ekki? Jú, ég kom ungur til Færeyja. Já. 54 fór ég með, 10 árum eftir að við verðum lýðveldi, með dronning Alexandríni eða frá danska, því fór henni Damskip Selskap, þá fórum við káringar, þá var ég bara ungur. 12-13 ára gamall, fórum fyrsta skip til útlanda og komum fyrst við í Klaksvík í Færeyjum. Já, það var fyrsta skipti sem ég steg út, erlenda jörð, að mér fannst og það er eiginlega minnisstæðasta ferð sem ég farið vegna þess að koma þar og við hlupum strákarnir upp í bakarí, keyptum okkur appelsínvann og vínabrauð og það var svo stórkostlegt að engar máltíðir síðan eru mér eins minnisstæðar eins og þarna í Klaksvíkur og það var nú líka deila þarna, Halvor sem læknir var eitthvað að ergja Daninn og allt þetta á þessum tíma en það var stórkostlegt að koma þarna og er alltaf í mínum huga þegar ég er hugsa skemmtilega stundir. Síðan kom ég margoft þegar við vorum að aðstoða við að setja á stað svona meðferðarheimili og annað, fór margoft í Færeyjum og mikið af vinum í Færeyjum, góðum vinum. Og kanntu vel við Færeyinga, eins og þeir eru bara, við erum nákvæmlega eins. Já, við erum nákvæmlega eins. Ferðast með þeim, ég mitt ferðast með þeim ellendis og þeir geta sungið endalaust. Já. Alveg endalaust. Ég held að við værum vestir, en Færeyingarnir, þeir eru alveg hreint, þeir yfirkýra okkur í söng. Þeir kyrja alveg hreint. Er það svo? Er mikið tónlistarlíf í Færeyjum? Já, þeir rosalega, það blómar mikið tónlistarlíf í Færeyjum. Já. Og þú ert ekki bara, þú ert búin að gefa út sólóplötu sem er alveg frábær verði að segja. Takk fyrir það. Þar sem að þú semur helming lagana eitthvað svoleiðis sjálf, lag og texta. En svo ertu líka í rockhljómsveit. Já. Sem heitir Click Case. Heitir Click Case, já. Það var eitt lag með ykkur vinsælt hér í sumar.
hérna hér á Rás 2. Já. Já, stórskemmtilegt lag. En það eru komin hingað tónlistamenn sem eru ekki í Clickhaze, heldur eru íslenskir tónlistamenn sem eru komin hérna á sviði við hliðina á okkur. Já. Og þeir ætla að spila núna. Já. Og með þér, hvaða lag fáum við að heyra núna? Já, lagi sem nú kemur það heitir Ástarstund. Ástarstund. Já. Við hlökkum til að heyra það og síðan kemur aftur þú ert búin að spila með þeim. Þannig að núna ferðu yfir og spilar lag fyrir okkur og svo sjáumst þetta smástund. Já. Gjörðu svo vel. Lad mig øje en først af tag Mod det hjerte slag Så tøjter du Smøles du i møte mig Og det er bedst en dag i dag Og i hæse os der stund Það var glæsilegt aftur, Ævar. Takk fyrir þetta. Nú sést þú hérna. Já, hérna? Já. Takk fyrir þetta. Já. Þið ætlið að sitja hérna áfram. Það er von á síðasta en ekki sísta gestinum hér í kvöld.
frábær íþróttamaður og heimspekingur sem ekki aðeins einn fremsti handknattleiksmaður heims, heldur hefur hann líka vakið athygli fyrir þroskaða og yfirvegaða sýn á lífið og tilveruna. Ólafur Stefánsson, gjörðu svo vel. Komdu Mark, blessaður og sæll. Heyrðu, ansi ertu reffilum. Ha, blessaður. Ha, það bara, þú bara farið í jakkafötum bara og heyrðir að ég tala svona vel Björgúlfu og rifið úr öllu. Ég þarf að fá mér skjaldarmerki hérna. Heyrðu, hvað segirðu gott? Það er fínt. Er það ekki? Já. Talandi um það sem ég sagði í byrjun, þú væri mikill heimspekingur. Ég veit það bara í raun, ég held ég sé ekki að uppbjóðast neinu leyndamálum, að þú hefur lagt þig eftir því, bæði í þinni íþrótt og síðan líka bara í lífinu, að gera svolítið það sem við vorum að tala um í Björgúlfu hérna áðan, að svona finna einhverja innri ró og taka því sem að höndum ber með svona jafnaði geði og reyna að nýta allt sem kemur fyrir þig einhvern veginn til góðs. Hefur komist að einhverju niðurstöðu í þessum pælingum? Já, ég vil nú fyrst taka það fram að ég er nú engin heimspekingur með þessa kalla sem eru nú í háskólanum að grufla sem mest. Heldur leiðið mér svona frekar að, eins og ég nefndi í gær, að fleyta svolítið rjóman af þessum kenningum öllum og reyna að nýta það þá í sportinu. Já. Og hvernig nýtir maður það í sportinu? Og maður nýtir það einmitt, þar að segja, það sem hefur oft vantað upp á er að kunna svolítið mikið á sjálfan sig, geta stjórnað sjálfan sér í þessum straumum sem maður lendir í, hvort sem það þú lendir oft í miklu mótlæti og þá verður að geta dempa þig svolítið, þá verður að auka sjálfstraustið, þá verður að ýta svolítið sjálfstraustið inn. Einst þegar að þeir gengur vel, þá þarftu að pumpa svolítið sjálfstraustinu út og þú þarft að hafa svona ákveðna dempara, svona tilfengilega dempara sem að halda þér oftast á sama striki, þannig að hver leikur sé raun og veru alltaf eins, hvort sem það er ein hræði í höllinni eða 1000 eða einhverja milljónir að horfa á þig. Þetta hefur virkað vel fyrir þig, þú ert einn fremsta handknattleiksmaður heims. Björgúlfur, er þetta ekki orðarningin nokkuð vel það sem við vorum að tala um áðan? Ég held að það sé bara undirstaðan í öll að þekkja sjálfan sig og það er bæði að þekkja galla sína og styrkleikja því að þú ert að taka á hvoru tveggja. Og það sem Ólafur er að lýsa hér í íþróttum bara á við í viðskiptum og öllu lífinu. Þannig að þekktu sjálfan þig og náðu tökum á sjálfan þér þá færðu ákveðið viðhorf. En þetta er, eins og ég segi, þetta er viðhorf sem á við í öllu lífinu, viðskiptum og öðru. Já, ekki síst einmitt í því sem þú ert að gera, Ævar, vegna þess að þetta er sko, þú ert í viðskiptum, þú ert í íþróttum og í, hvað við kalla það, skemmtanabransanum, þar er það nú dugar engin meðalmennska, þar þurfa menn einmitt að skara fram úr og ef menn þekki ekki sína kosti og galla, þá kemst það ekki langt. Já, einmitt. Já. Og hvað segir þú, ert þú jafnmikil heimspekingur og þessir tveir hérna, veltur mikið fyrir þér svona lífan og tilverunni? Þú ert auðvitað töluvert yngri heldur en þessir heiðursmenn. Já, ég skil ekki alveg hvað það er að tala en ég reyni að fylgjast með. Ég vona að áhörður heim í stofu skil þetta saman. Við byrjuðum að hugsa svona 19 ára, þannig að þú ert að byrja að ná þessu. En ég meina, ég skil ekki alveg alla íslenskuna en þá. Nei. En þegar fólk er að tala saman, það er stundum dálítið erfitt að skilja. Já, allt í fínu lagi. Þið tala miklu hraðara þegar þið tala saman. Já, einmitt. Já, fyrirgefðu. Já, þetta er vandamál hjá okkur. Já, við erum. En Ólafur, þessi hugsun hjá þér sem að stundum er líka kölluð tilfinningagreind, svona það að geta stjórnað þessu. Finnst þér kannski að íþróttamenn og þjálfun og hugmyndafræði íþróttum þyrfti að taka meira mið af þessu? Nú ert þú dæmi mann sem hefur náð allra lengst í þinni grein? Já, það er auðvitað auðvelt að henda fram einhverjum stórum hugtökum sem maður hefur lesið og aðrir menn hafa notað og grublað í. Erfiða leiðin er raun og veru sú að vinna með þessu hugtök og það vegna þess að það að vinna með þau er nefnilega svolítið kunst og ég hef verið og mín kenning er nú svo að maður þurfi og ég hef nefnt að þessi hugleiðsla eða bænin sem er náttúrulega alltaf, þetta er af sömu rótum hvað sem við köllum þetta, það að slaka þess á og dempa þess, ýta frá sér öllum áriðum þó ekki sé nema kortið 20 mínútur á dag. Að þetta er leiðin til þess
að kafa hún í sjálfan sig og þroskast sem einstaklingur. Mér hefur ekkert tekist það æðislega vel. Ég hef reynt þetta, ég hef hendi sjónvarpinu frá mér í 3 mánuði og það fór í burtu og hafði mjög góð áhrif á mína fjölskyldu og mín börn og sjálfa mig og þarna kom ég heim og fyrstu vikuna var þetta svolítið skrítið. Það var svona eitthvað smá tómleikatilfinning. En síðan eftir mánuð voru söknuðu þess ekki hið minnsta. Þú voru að fyrirgefa þetta. Já, þetta allt í mínu lagi. Við hittumst þá bara svona utan sjónvarpsins, það allt í góðu. En það er ekki eins og maður hafið nóg. Auðvitað hafði maður tölvuna líka og gat aflað sér fréttaflutnings og allt þessa. En það kom yfir mann ákveðin ró og það er þetta sem held ég að fólk þurfi aðeins að berjast í dag. Þess að áreitið orðið þá rosalega mikið og eins og á íþróttamenn sem eru að vaxa úr grassi í dag og eru 19 ára, ég sé af alla tíma að þeir hafi nokkuð tíma til að hugsa af einhverju dýpt það sem þeir eru að gera. Og það er það sem við erum að agitera svolítið fyrir í sportinu er svona visualization, að þú getur, það er að haft þína eigin æfingu bara heim í stofu og hún á að nýtast þér álíka mikið og jafnvel æfing, þó auðvitað þurfi það að koma til. En það var gerð könnun með þetta, eins og það voru tekið vítaskot hjá körfuboltaleikmönnum, tekin ákveðið 3 markhópar. Einn markhópur var látinn bara vera í bíó í mánuð og í borðtennis og einhverju allt öðru og bætti sig auðvitað ekki mikið. En svo voru hinni 2, annar var látinn taka vítaskot alveg grimt í mánuð og meðan hinn, 3. hópurinn var látinn bara að sitja í stofu við góða tónlist og symfóníutónlist og slaka á. En allan tíman voru þeir að hugsa skotin og ímynda sig að vera að setja boltan onni og það skrýtna var að þessir hópar, þegar þeir komið saman á mánuði, þeir voru álíka búin að bæta sig. Sá sem bara hugsaði skotin og sá sem tók við? Auðvitað voru hinir búin að skjóta áður allir svona Já. En þarna, af því að við erum ofta að vinna með þreytu líka, íþróttamenn, við þurfum ákveðna slökun og þá voru kannski hægt að fókusera aðeins og slaka á líkamannum og fara að beita huganum aðeins meira. Þess að aðeins nota þess að báða þetta okkar. Þetta eru góðar pælingar. Jákvæð hugsun, þetta er eiginlega jákvæð hugsun að sjá fyrir sér hlutina gerast á réttan hátt. Það er jákvæð hugsun. Björgólfur var búinn að kaupa Landsbankann í huganum 20 sinnum áður það tókst. Já, við sem sé 22. Kærar þakkir fyrir komuna öll 3, það var mjög gaman að fá ykkur, þið eru afreksfólk hvert á sínu sviði, gangi ykkur vel. Takk fyrir. Takk. Og takk fyrir að horfa á þáttinn í kvöld, honum er lokið, við sjáumst aftur næsta laugardagskvöld, verið sæl.